Nú ætlum við aðeins að skoða hvernig almenn brot raða sér á talnalínu. Á hvaða brot bendir örin? Við sjáum að við erum með brot sem einhvers staðar á bilinu 0 og upp í 1. Og þá þurfum við að skoða hvað er búið að taka bilið frá 0 upp í 1 og skipta þið upp í mörg bil. 1, 2, 3, 4, 5 og síðan þurfum við að spá í hvað erum við komið langt upp fyrir 0, við erum komin 1, 2 bil, það þýðir við erum með 2 bil af 5. Þetta eru 2 fimmtu. Nákvæmlega sama hér, við teljum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og við erum komin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af 8. Þess vegna segjum við 7 áttundu. Merktu brotin inn á talnalínuna. Hérna er búið að búa til eitthvað kvarða. Ef að kvarðin hefði ekki verið hérna, þá hefði ég þurft að búa hann til. Og maður byrjar í raun kannski á að finna bara miðjuna hérna. Ef að telja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Þá hlýtur miðjan að vera sem sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hér er miðjan. Og þá er þetta 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Þurftum kannski ekki endilega að finna miðjuna, en það er ágætt upp á að finna 3/4, því þá finn ég bara miðjuna hér og miðjuna hér. Þá sjáu þið, það er alltaf 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Þau eru búin að skipta þessu í 1, 2, 3, 4 jafnstóra parta. Og þá er 3/4 hér. En við skulum halda áfram. 1/3, þá passar þessi skipting ekki. Þá þarf ég að fara í að skipta þessu upp í jafnstóra 3 parta. En hvað er þetta margir? Þetta eru 12. Þá hefur við vera 4 í hverjum parti. Þá erum við hér 1, 2, 3, 4 og svo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Það gengur upp. Þannig að 1/3 er hér. Því þá er ég með 4 parta hérna fyrir neðan og svo 4 og 4 hinum megin. Sjöttu partar, þá hvað þarf ég að vera með marga í? Ef ég ætla að skipta þessu í 6, þá þarf ég að vera með 2, 1, 2, 3, 4, 5 og svo 6. Og þá eiga að vera 5, 1, 2, fyrir hérna 1, 2, 3, 4, 5. Þannig að 5 sjöttu er hér. Þetta verður svolítið krót hjá mér, en þið fatti hvað ég er að gera. Þetta snýst að skipta strikinu og það getur hreinlega skipta strikinu upp í ákveði marga parta. Það getur hreinlega verið betra að búa til eina talnalínu fyrir hvert dæmi en ekki leysa 3 dæmi og sömu talnalínu eins og ég gerði, því þá verður þetta pínlítið kraðak. Finndu brot á milli brotana 1/3 og hálfur. Þetta er þrælsnúið dæmi. Því að hérna þarf ég eiginlega að teikna þetta á talnalínu. Og ég ætla að gera talnalínu sem er frá 0 og upp í 1 og af því ég sé strax að þetta eru 2 og 3, það ég næ ekki að gera þriðju part út og aðra part á þess að skipta þessu upp í eitthvað meira. Ég ætla að prófa að skipta þessu upp í helmingi meira heldur en þriðju parta, það er 6. Og þá ætla ég að finna miðjuna og skipta svo þessu upp í 3 og þessu upp í 3. Þá er ég komið með 1, 2, 3, 4, 5, 6 parta. Þannig að hálfur er hér og 1/3 er þá hér. Er það ekki? Þetta verið 1/3. Af því að þá er ég með annars vegar 3 og 3 og hins vegar 2, 2 og 2. Er það ekki? Þetta er 1/3 á móti svo, hérna er 1/3 og hérna er 1/3, þannig að hér er 1/3, hér er hálfur. Brotið mitt þarf að vera eitthvað staðar hérna á milli. Og hvernig get ég fundið til dæmis hvaða tala er hérna mitt á milli? Jú, þá þarf ég að taka öll strikin og skipta þeim aftur í 2. En þá er ég ekki lengur með 6 parta heldur 12. Og þá tel ég 1, 2, 3, 4, 5. Strikið mitt er það sem er, þá er ég búin að telja 5 tólftu. Og brotið 5 tólftu er akkurat mitt á milli brotana 1/3 og hálfur. Þið þurftu ekkert að finna brotið sem var akkurat mitt á milli.
en það er samt í raun auðveldast hérna.